Til máls tekur hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson. Hæstvirtur forseti, Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, sagði að þörf væri á því að Alþingi endurheimti trúnað og traust. Hér talar maður af biturri reynslu, því hans flokkur hrökklaðist frá völdum í byrjun árs 2009 rúinn trausti og trúnaði við þjóðina. Hann sagði ennfremur að menn myndu greiða atkvæði hér á eftir á mismunandi forsendum. Það skipti engu máli, sagði formaður Sjálfstæðisflokksins, á hvaða forsendum menn greiddu atkvæði með því að koma höggi á ríkisstjórnina. Er þetta mjög trúverðugt? Skiptir ekki máli hvað það er sem fyrir okkur vakir? Vakir það eitt fyrir okkur að koma höggi á ríkisstjórnina, þeir sem þannig eru þenkjandi, eða vilja menn með atkvæði sínu stuðla að því að fram fari kosningar, nú hið allra fyrsta, á allra næstu vikun. Telja menn að það þjóni best hagsmunum Íslands? Nei. Og þá segi ég hitt, að menn vinna trúnað, öðlast trúnað og skapa traust með verkum sínum. Fyrst og fremst með verkum sínum. Við eigum margt óunnið, uppstokkun á kvótakerfinu, að tryggja almannaeign á auðlindum til sjávarins og til landsins. Fyrir þinginu liggja núna vatnalög. Hvort er nú vænlegra að hafa við stjórnvölinn þá flokka sem nú stýra landinu eða Sjálfstæðisflokkinn sem slóst hér við okkur vikum og mánuðum saman til að tryggja og treysta einkaeignarrétt á vatninu. Flokkar sem settu í lög árið 1998 að einkaeignarréttur ætti að taka til vatnsins, kalda vatnsins og líka heita vatnsins. Þessi lög erum við nú að taka til endurskoðunar og við ætlum að stuðla að breytingum á stjórnarskrá Íslands til að styrkja almannaréttinn. Vilja menn kosningar til að fá að stjórnvölunum þau öfl sem vilja ganga í gagnstæða átt. Og menn tala ESB. Vilja menn flokka sem munu taka ESB-ferlið og setja það til hvílu í frost nokkurra mánaða skeið og halda síðan áfram, eða vilja menn að við klárum þetta ferli, helst flýtum því og fá kosningar hið allra fyrsta ESB til að fá það út úr heiminum með innanborðs í stjórnarráðinu aðila sem eru heitir andstæðingar þess að Ísland gangi í ESB. Hvað þjónar hagsmunum andstæðinga ESB best? Ég segi núverandi stjórnar meirihluti. Og ég geti tekið fjölmörg önnur mál sem núna eru á vinnsluborði Alþingis. Lög velferðarþjónustuna, almannaþjónustuna. Við settum þar inn í þjónustutilskipun Evrópusambandsins ákvæði gegn einkavæðingu. Hefði Sjálfstæðisflokkurinn gert það? Nei. Við erum núna að setja það inn í allt laga- og reglugerðarverkið. Þetta hefði Sjálfstæðisflokkurinn ekki gert. Vilja menn kosningar til að fá nýja verkstjórn á rannsókn efnahagsbrotana eða vilja menn hafa þau í okkar forsjá? Þar er ég verkstjórinn og ég heiti mönnum því að við munum standa vörð þessa rannsókn. Því að ég hef áður sagt, ef við ekki leiðum til lykta þessa rannsókn, þá mun íslenska þjóðin hafa móralska timburmenn í 300 ár. En við ætlum að ljúka þessu verki og við höfum staðið vel að þessari rannsókn. Það eru ýmsar brotalamir sem við viljum laga, en við lögum þar ekki betur með aðkomu Sjálfstæðisflokksins að stjórnarráðinu að nýju.
við höfum fengið nóg af slíku.